Sko, hérna erum við núna búnir að setja upp flæðiritið og til þess að eru þið allir konur með þessa kassa hérna til hliðar. Sjást þetta ekki að hérna núna? Nei, já, ég skal segja þér af hverju. Þú ferð undir View og ferð í Expanded Display þegar þú ert með flæðiritið opið. Er það komið núna? Já. Ok, það er gott mál. Þá sem sagt þannig að í byrjun þá hérna tvöfaldur kassi efst uppi og það að segja inntölvunni þar sem sagt initial step valið og þar á inntölvun að byrja að lesa og þannig að þetta segir hvar hún að byrja í flæðiritinu. Það efst. Síðan startskilyrði. Hér náttúrulega forrit á bakvið og ég held að þið hafi verið konum með flest af þessum forrit. Það sem sagt stigarit sem að ein lína með til dæmis ræsiskilyrðum hérna. Útgangurinn heitir startskilyrði og sem sagt það sem að ef öll skilyrðin eru uppfyllt, ræsiskilyrðin, þá kemur efni A inn og seinna þá teiknum við upp þessa mynd, kemur efni A hérna í tankinn og þá fer í gang ákveðin talning sem að við setjum upp í stigariti, þannig við erum að búa til hermi. Áður en við gerum það, þá gætum við í rauninni nota bara rofana, sem sagt hæða rofana, til þess að sjá hvernig þetta gerist í þessu. Það væri möguleiki að fara í skjáinn og útbúa þetta. En sú útfærsla yrði þá notuð í raunverulegu kerfi, þar sem við værum með tank og værum með hæðaskynjara sem myndi virka. En við erum í rauninni núna að útbúa strax hermi sem að gefur okkur lítrana smám saman í tankinn og við sjáum að tankinn fyllast. Og það það sem gerist frá því að efni A að renna í tankinn og þá koma inn lítrarnir sem bara búið til með teljara teljara og þegar hann orðinn hálfur þá lokar fyrir efni A og efni B kemur inn. Því að sem sagt hér þegar engin skipun hérna sérstök, none, sem sagt ekki set, ef það væri hérna set þá þurftum við að setja reset hérna næsta skrefi, skiljið. Ég bara aðeins að benda ykkur á af hverju hérna none skipunin, sko. Hún í rauninni segir okkur bara það að efni A, ef F1 loki fyrir efni A, virkur eingöngu í þessu skrefi hérna. Síðan, þegar næsta skref kemur á, þá dettur þessi loki út. Þá fer hann bara út. Þetta einfalt, þannig. Þannig að næst kemur bara loki fyrir efni B á og opna fyrir efni B og hræran, hún fær set-merki hérna, sjáðu þið, S hræra tanki. Því að hún verður í gangi eftir að hitarinn kemur inn og svo framvegis hérna og svo hrærir hérna áfram og það ekki fyrir en hérna neðar að resetti fyrir hræru hérna í tanki, skiljið. Þá fer hún út. Þannig að það sem sagt settur inn tími þannig. Og hérna kemur hitari og það sem við gerum hérna í skjámyndis hérna, það að setja svona kassa sem að breytir lit. Þegar hitarinn í gangi þá verður hann rauður og svo ef hann slökktur þá verður hann blár. Þannig við búum til svona litabreytingar, þannig að sjá hvort að hitarinn í gangi eða ekki. Og þegar að hitarinn að vinna, þá þegar að hitarinn sko fer út, þegar að tvístöðureglirinn að bera saman raungildi við markgildi, þegar hann búinn að gefa merki það að hitastiginu náð, þá fer hitarinn út, þá þetta skref bara úti.
hitar og hrærir og af því að hitarinn kominn inn hérna og hérna sem sagt hann slekkur á tvístöðureglinum þegar að hitar komið fyrir innstillt gildi og þá hrærir hann áfram í 10 sekúndur og þegar allt tilbúið, þegar bæði hiti og tími tilbúinn og þá þetta stigarit sem við setjum hérna inn að þegar að tíminn hefur liðið hérna 10 sekúndur, hann hrærir í 10 sekúndur bara til að kæla elementið og eitthvað slíkt og þá komið hérna að skrefi sem að resetar hrærunni í tankinum og þá þetta skref þannig að það tilbúið fyrir tæmingu og hérna handvirkur rofi sem að getur við þess vegna verið inni allan tíman og það byrjar að tæma leið og hræran fer út skiljiði þá getur hann fara að tæma hérna með S5 og ef að S5 kemur inn þá fer losunin í gang og það líka sett til þess að halda þessu inni og þá verður einhvern tíma setna reset á lokanum VAF3 og það þessi loki hérna timing hérna þetta VAF3 kannski ég vantaði að skrifa hérna VAF1, VAF2 og VAF3 en allavega þetta eru þessir lokar og síðan þegar að hérna lokunin sem sagt svo kemur það smá senkun hérna til þess að tæma rör frá tanki í 5 sekúndur að þegar það liðið þá hérna lokar hún fyrir þennan loka og þá kemur skrefið á sem að heitir tæmingu lokið eða það í rauninni innri útgangur sem að bara helst inni, það ekki svona skref í flæðiritinu heldur bara þessi inngangur neða þessi innri útgangur eða hvað sem við getum kallað hann þá helst hann inni þar til við ræsum upp á nýtt og þetta gerist eiginlega mjög fljótt að þegar að VAF3 fer út og þegar þessi komin út að þá hoppar hún hérna í upphaf og stekkur hann í upphaf og þá býður hún bara þar til við öll ræsiskilyrðin eru komin þannig virkar þetta flæðirit svo hafið einhverja hugmynd hvað við verum að gera þannig að við séum ekki bara að hrúa öllu inn í forritið og skiljum ekkert hvað í gangi þannig að það betra að reyna að sjá því ég ætla að sjá hvort að ég næ að hérna keyra þetta eitthvað og sýna ykkur hvernig þetta á að virka og síðan höldum við áfram að setja inn stigaritin þetta í simulation mode og nú ætlum ég að fara í gegnum hvernig við förum í hvaða röð við gerum þetta við þurfum náttúrulega fyrst að fara í analyze project og rebuild all project ef að það ekki búið og síðan að tjekka að þetta sé örugglega í simulation mode og þar á eftir þá förum við í connect til að setja simulatorinn í gang og þá ef allt í lagi þá hérna sjáum við tákn fyrir disconnect og getum hlaðið forritinu niður förum í downloads project og ég segi bara transfer og þá býðum bara eftir því að geta sett á run ég ætla að skoða líka ég ætla að hafa flæðiritið eitthvað af því hérna erum við með það já það vantar kassanum til hliðar ég akkurat í því núna þá förum við í view og veljum expanded display sem það file, edit og svo kemur við view og svo smellum við á expanded display og þá kemur þetta hérna ég fært þetta aðeins til svona og ég ætla að láta hvorttveggja vera á skjánum þannig að ég ætla að hafa þetta svona og ég þarf ekki svona mikið pláss hér en ég ætla að sjá
allt línuritt, þá koma línuritt hérna. Og það sem ég geri núna, það að setja á run, það næsta skref, eftir búin að senda forritið niður. Run, staðfesti það. Og þá sjáum við hérna, hér grænn kassi. Og startskilyrðið er ennþá á rauðu hérna. Og ég þarf að gera skjáinn virkan. Nú þessi skjár hérna, hann þarf að vera virkur og þá væri ég að smella hérna enable write variable. Þetta ég þarf að gera svo oft, en ég ætla bara að sýna það í upptöku, þannig að ef þið strandið annarkot heima eða hér, ef við fáum forritið heim, að þá getum við farið í gegnum þessa þætti, alveg í réttri röð. Þannig að, sko, við getum séð líka hvað eru þessi startskilyrði, hvað er eftir að uppfylla hérna. Ég get farið bara hérna í, edit til þess að sjá þetta, þá sé ég hérna að tæmingu lokið er inni og það vantar að setja inn rofan S4 fyrir startfyllingu og stoppa blöndunarferill þarf að vera inni. Þannig að við skulum sjá hvað gerist ef ég set allt þetta hérna inn sem er grafist hérna, þá ætlum ég að þetta er í rauninni þessi hér að fylla. Hann þarf að vera inni og ég get líka að minnka þetta og setja þetta hérna megin. Þá sjáum við komið grænt alla leið að stopp, S6 stopp. Hann verður að vera inni líka og þá eru startskilyrðin komin. Ég ætla að hafa þetta hérna svo að við sjáum að startskilyrðin vera græn og þá fer þetta í gang. Og hvað gerist þá? Þá byrjar hérna strax að fyllast, sjáum við, tankurinn. Og þegar hann er orðinn hálfur og við sjáum hérna að það er að koma hérna lína upp og þegar hann er hálfur þá hitar hann að koma inn og hrærir hann fyrir í gang og efni B kemur inn og efni A fer út. Síðan þegar hann verður fullur þá hrærir hann áfram en efni B fer út, það eru komin 200 lítrar í tankinn og nú er hitastigið. Það er sýnt, það er að aukast hérna. Það er líka hérna hermir útbúinn fyrir hitastigið í tankinum og við sjáum að þetta hérna er hitastigið. Við höfum að fara upp í 40 gráður ef ég man rétt og þegar því er náð þá hrærir hann áfram í 10 sekundur. Sko, það endar í 41 gráðu allt í lagi og þá heldur hrærir hann að halda áfram í 10 sekundur og væntanlega hefur hún náð því marki en þá á ég eftir að smella hérna á tæma. Ef að fylla er bara inni allan tíman þá bara byrjar hann strax að fylla aftur og ef að tæma takkin væri inni þá bara leið og hræran er búið með sinn tíma þá fer hann að tæma, skiljiði. Þannig að þetta getur gengið alveg endalaust. Nú segi ég hérna tæma og þá sjáum við hérna að rauða línan fer niður og þá er ég með hérna, ég er með losun sem með háttgildi hérna. Þetta er bara svona púlsalínuritt sem ég bjóð til hérna líka. Það er svört lína hérna og hérna þegar að efni A kemur inn þá keyrir hitastigið algjörlega niður vegna þess að það kemur kalt efni inn og þá líkum við eftir því að hitaneminn hann kólnar rosalega hratt. Þá erum við með inn á niðurtellinguna mjög hraða púlsa, skiljiði. Við leysum það þannig. Þannig ég er að reyna að útskýra fyrir ykkur hvernig við útbúum herminn fyrir þetta. Og það myndum við gera ef við erum að fara að útbúa eitthvað inntölukerfi fyrir einhvern stað sem við ætlum að setja þetta upp á. Þá prófum við allt kerfið hjá okkur fyrst með því að útbúa hermi fyrir það. Fyrst, þá svo sjáum við að það verðist allt sem að virka hjá okkur á teikniborðinu og síðan förum við á raunverulega staðinn og þá kannski eftir að fínisera einhverjar stillingar.
Þannig að svona á þetta að vinna og það sem eigum eftir að setja inn, það eru nokkur stigarit sem við þurfum að setja undir Logic. Ég reyndar setti hérna upphafsstillingu sem að sérstigarit hér mér, en oftast höfum við haft það með undir bara teljarar, bara neðst í teljarar. Hérna eru þessar teljarar, þetta til þess að fylla og tæma tankinn. Hérna teljarinn fullur og þá hérna, svo þið sjáið að hann telur jafn hratt upp og niður. Þess vegna systembiti S5 notaður á báða staðina. Og það rauninni bara, það svolítið hraðari púls heldur en 1 sekúnda. Þið sjáu það hérna, hann var að telja núna, niður. Þannig að þetta 200 lítrar, svo að við erum með talsvert hraðari púls hérna á þessu. Og síðan til þess að gefa samband fyrir neðsta, þegar konir 5 lítrar, þá setjum við hérna inn í þetta. Þegar tankurlevel meira en 5 lítra, þá neðsti hæðarófinn komin inn, og síðan þegar hann hálfur 100 lítrar, þá kemur miðjuneminn inn, og síðan þegar hann fullur, þá þegar hann 200 lítrar komin í tankinn, og síðan eftir hann fullur, þá hérna hitar hann og hrærir, og það að gerast núna, og núna fór hann að tæma, þannig að þá sjáum við að efsti hæðarófinn dottinn út, og við sjáum það líka hérna á að hann að lækka hérna, súlan að lækka í þessu, og hvað sett ég teljarina hérna, og svo þegar hann alveg orðinn tómur, að þá eru bara 5 sekúndur til þess að tæma rörin. Þá við bara eftir að sýna ykkur, áður við byrjum með þessu, að sýna ykkur hvernig við hermum eftir hitastiginu. Ég held að sé ekki komið hérna. Við myndum væntanlega setja þessa rem hérna neðst, hérna systembita 13, og tæmingu lokið hérna bara neðst í teljara, til þess að einfalda málið. Þannig við þurfum ekki að vera með það sérstakt stigarit hér. Hitastigs hermirinn, hann hérna. Þá erum við með hérna hræri tanki, hún inni, hérna erum við með S6, það 1 sekúndu púls, og þá hitnar hægt og rólega í þessu, en S5, hann að taka hitastigið mjög hratt niður. Það það sem að gerist eftir að hann verður eftir að efni A kemur inn í þetta. Sjáðu, núna kemur hann inn og telur hann mjög hratt niður í 9 gráður. Og síðan þegar hann fer að hækka, þá bara 1 sekúnda milli gráðufjölda hérna. Af því að púlsinn hérna gefur 1 sekúndu púls þessi systembiti 6 sem við náum bara í og skellum beint hérna. Hann keyrir sem sagt hægt og rólega upp í 40 gráður hérna, og við tökum þetta gildi hérna og setjum á skjáinn sem sagt hérna. Núna komum 40, reyndar lendur hann upp í 41 gráði hérna. Það bara sem sagt út af þessu hér að ég með meira heldur en 41 gráðu væntanlega hérna. Hérna þegar hitastig tanki meira heldur en efra ósk hitastig tanki, þess vegna stoppaði hann í 41 gráðu, og svo fór hann hratt niður hérna þegar efni A, eins og við sáum gera áðan. Hitastig, og hérna höfum við sem sagt tölugildi sem við setjum inn í minnisólf fyrir neðra óskhitastig tanki, og síðan sem 37 gráður, og efra óskhitastig tanki sem eru 40 gráður. Þannig að þegar að hátt gildi hérna á tvistöðurreglinum,
að þá ennþá þörf fyrir að hita og þá hitarinn í gangi hérna. Þá sjáum við hérna að hann hann að byrja að tæma núna. Og hann í 41 gráðu og sjáum við þegar að hérna hann búinn að tæma, að þegar efni A kemur í tankinn að þá dettur þessi tala mjög hratt niður. Já, ég sé hann ekki í upptökunni. Ég ætla aðeins að slökkva á þessu. Nei, slökkva á þessu. Efni A, þá sjáum við, þá dettur hann hérna hratt niður. Já. Og já, fer þetta bara niður í 9 gráður. Allt í góðu. Sem sagt, þannig þessir tveir hermar sem sagt fyrir hæðin í tankinum og fyrir hitastig í tankinum sem við beitum inn núna.